Hérna skoðum við fyrri æfinguna hjá 8-10 ára krökkunum. Fyrst það dýraleikurinn, það gíraffinn sem í rauninni bara táganga. Við leikum eitthvað stórt dýr, reynum að teygja vel úr okkur, rétt úr olnbogum, setja axlir niður og ganga á táberginu. Hendur upp að eyrum. Björninn einfaldlega bjarnagangurinn. Þar viljum við sjá beinar hendur, beinar fætur, hendur í línu við eyru. Köngulóin, þetta kannast nú allir við. Hvetja krakkana bara til að fara ekki á hratt, heldur ná alla leið og halda rassinum uppi. Þetta auðveldar útgáfan, erfiðar útgáfan að koma með hendun, fætur fyrst að. Hérna leikum við eftir hreyfingum krabbans og hér aðalatriðið að halda dýptinni. Halda sér niðri, snúa á einum fæti. Staðið blindandi á öðru fæti, hér bara jafnvægið. Hér fínt að segja krökkunum að reyna að grípa í gólfið með tánum. Loka augunum og hætta að hugsa með augunum og einbeita sér að ökklanum. Það þróar aðeins svona liðskinnið í kringum ökklan sem mikilvægt. Hérna leikurinn trampað á tánum þar sem að 2 og 2 halda spenna greipar eða fara í svona krumlustöðu og ekki vera með beinar hendur. Hér eru stelpunar að gera leiki þar sem að báðum með að trampa á sama tíma. Við sjáum hérna næst okkur, þar var þetta orðið hálfgerð kraftakeppni. Þetta kálfaskellan, þar sem við skorum stig með því að ná að slá á kálfann aftan á anstæðingnum. Hér viljum við hvetja krakkana til þess að lækka þyngdarpunktinn, beygja sig meira í hnjám heldur mjöðmum. Þannig að þau eiga að finna fyrir þreytu í lærunum og eiga að vera snögg að sækja og snögg tilbaka. Svo það viðbragðsæfingin sem að þjálfari stendur með uppréttar hendur, stelpur í hnésstöðu, annað hnéð fram á gagnstæða hendi á móti og reyna helst að hafa þetta þannig að þau þurfa að hoppa upp og slá í höndina. Besta að kalla bara upp, ekki kalla eða flauta, heldur reyna að nota orð og köll til þess að starta.